Góðir Hamraborgarbúar, velkomnir hérna í beina útsendingu hjá okkur í Hamri. Þetta nú bein útsending og tekin upp leið og svo verður þessi þáttur spilar aftur. Það þessi svokölluði heimsóknartími eða tími okkar Sæmundar Þorsteinssonar að spjalla hérna við góðan gest og hann nú ekki að vera tæginu hérna hjá okkur. Það Svavar Gestsson, alþingismaður, fyrrverandi ráðherra, velkominn. Takk fyrir, takk. Nú, áður en við förum að þessari ágæti bók, sjónarrönd sem að þú hefur þarna í farteskinu, þá svona barst mér til eyrna því Sæmundur væri mjög sáum báðir úr sömu sveit. Sæmundur. Rétt það. Já. Og af því að það nú ekki ómerkari maður en þessi situr hérna hliðin á mig, þá vildi ég nú gjarnan að fólk fengi að vita eitthvað deila á honum. Já. Hvaðan hans ætt og svo framvegis, þannig að bera mig fáum orðum sagt, Svavarinn. Ég mætti beina þetta því. Já, ég að vestan, ég sem sagt vestlendingur í alla ættliði, margar aldir sennilega, úr Dölum af Snæfellsnesi og úr Borgarfirði og Mýrum og ólst að að einhverju leyti upp vestur í Dölum og á svona rætur á Vesturlandi og þegar ég var að byrja í pólitík og mönnum datt í huga nota mig til þings að þá kom það til tals einu sinni að ég færi þarna vestur en það var nú ákveðið að hafa mig á Þjóðviljanum, það var betra talið á þeim tíma og ég alveg sem að það var rétt ráðið, ég var svo ungur líka, ég hafði ekkert vitað þessu þannig að það var langskynsamlegast. En þú ert alinn upp í Dölunum, ekki? Jú, sko, í fyrsta lagi ég að vestan og úr Dölunum en ég alinn auðvitað upp að talsverðuleyti hér í Reykjavík. Já. Jú, ég man eftir frá því svona og hérna pabbi var lögregluþjónn í Reykjavík í nokkuð mörg ár og útkastari úr ýmsum veitingahúsum, örugglega ekki kasta sæma nokkuð tíma, ekki þarf á því. Nei. Og hérna, nú síðan bjöggum við fyrir vestan í nokkur ár, það að segja, foreldrar mínir bjöggu fyrir vestan í 12 ár. Já. Ég var þá löngu farin, ég fór að heiman í raun og veru meir og minna 13-14 ára gamall. Já, var það ekki? Í skóla hérna syðra, sko. Þannig að, já, ég svona vestlendingur. Já. En hérna ég mætti taka við orðið Þórir. Var það ekki Galtardal sem að faðirinn bjó? Jú, pabbi bjó í... Altså spildu úr þessu landi. Það var pabbi bjó eða heitir Grund, er ekki? Já, heitir Grund og hann byggði það upp úr landi Litla Galtardals. Akkúrat. Og það var á þeim tíma, það voru í gildi lög landnám ríkisins var að kalla. Já. Og þá fengu menn í raun og veru því aðeins lán eða styrki úr því kerfi að þeir breyttu nafninu á jörðunum. Það var svo fáránlegt. Þetta svo bótaskipting af bótamáli. Alveg fáránlegt, þannig að til þess að það væri hægt að byggja upp þarna í landi Litla Galtardals, þá var jörðin að heita eitthvað annað og hún var kölluð þessu nafni Grund. En réttu lagi þetta Litli Galtardalur sem á sér langa og skemmtilega sögu og þar ólst til dæmis upp næstu kynslóð undan mér, Björn Guðfinnsson, málfræðingur og þar á undan Guðbrandur Vigfússon í Oxford sem skrifaði í orðabókina miklu og Jón Bægisá var þarna tíma. Já. Þannig að þetta ágætis pláss. Þetta er ekki ómerkir menn þarna. En svo annað sem mig langaði alveg sérlega til að koma vegna þess að ég þekki nú svolítið ætt Svavars. Já. En ætla ekki fara að segja það vegna þess að ég sé að tala við hann heldur hitt að þetta fólk slíkir ljúlingar að maður hefur ekki kynnst öðru eins. Já. Allt þetta fólk, það þetta kunningjafólk og skildfólk. Þegar ég sér þennan gaur hérna, það eins og hann eigi hvert bein aftur í þessum kalli, sko. Og svona þetta fólk allt saman hreint, sko, upp til hópa sem ég hef þekkt og kynnst. Já, þetta heldur geðgott, sko, heldur... meira en það. Já, heldur ljúft þetta lið, Breiðabólstaðarlið, sko. Það nú eitt við því, það nú líka til. Og það sé á ýmsum stöðum í pólitík eins og þú veist. Já, það nú annað þáttur. Breiðabólstað, þá var að tala Björnsbörnin eða hvað? Nei, við erum að tala... Breiðabólstað og Fellströndin. Fellströnd, já. Það nú þekktast þar Friðjón Þórðarsson, frendi minn, sko, sýslumaður og alþingismaður lengi, sko.
fyrir Sjálfstæðisflokkinn, þannig að menn hafa dreifst á ýmsa stjórnmálaflokka. Já, það er greinilegt. Segðu mér það annars, og ég svona, eins og við höfum talað hérna við dalamann áður, Ragnar Þorsteinsson við Sæmundur og þá vildi að meina það að hann hefði tekið sko sinn sósíalisma í gegnum móðurmjólkina mestin því sko, með rosalega öskri þegar fættist. Hvernig var hann með þig? Það var nú ekki, það er ekkert að segja það. Ég hef náttúrulega alltaf verið svona pólitískur þannig, ég hef haft gríðarlegan áhuga á pólitík og ég man eftir það, mínar svona fyrstu pólitísku endurminningar eru frá í raun og veru 30. mars 1949. Þá ég 4 ára gamall og þá bjöggum við, og þar kom Sæmi oft, ég man eftir því, í kjallara á Langholtsvegi 106. Já. Og þar bjó Friðgeir heitinn Sveinsson, föðurbróðir minn, sem var þá formaður Sambandsungra Framsóknarmanna. Og við komum víða við, hjá öllum nema Alþýðuflokknum. Nú, komust ekki að krattar inn hjá okkur? Já, ég veit ekki, ég man ekki eftir neinu krattar. Eða hvort það hefur verið það að fólk hefur verið svona snar skynjað á það hefur ekki verið nálægt. Þá man ég eftir því að pabbi kom úr þessum sko átökum þarna 30. mars 1949. Já, ég látiði mér nú það. Og ég manna, ég spurði að því, sko, af hverju pabbi svona, hvað gerðist, og þá var sagt, já, þá voru átök niður í bæ, og hvað átök voru það? Já, það voru kommunistarnir, var sagt. Og það var eiginlega fyrsta sem ég man eftir að svona þessi söfnuður sem ég er sagður tilheyra og hef tilheyrt áratugarskeið, ég heyrði hann nefndan. Svo síðan náttúrulega var það þannig að Helgi J. Halldórsson, kandmag, ömmubróðir minn, að hann hélt að okkur aðeins Þjóðviljanum. Þannig að, en ég sem sagt, það fyrsta sem ég man að ég tók afstöðu í pólitík var það að ég studdi Sjálfstæðisflokkinn, ég var þá 9 ára, og var mjög harður á því, studdi Friðjón, frænda minn, vestur í Dölum, og reyndist föður mínum alveg óskaplega yfir að hann skyldi ekki gera það líka, pabbi studdi Framsókn. Og nú síðan þróaðist ég yfir í Framsóknarflokkinn og ég varð svo frægur að ég skrifaði stutta blaðagrein 15 ára til stuðnings Framsóknarflokknum. Nei, já, en það sem betur við hvernig. Hérna Svavar, þú hefur afskaplega margt gott látið að því leiða. Það kemur svona fram svona fröður í aðeins saman, það er gott. Og þetta var grein kjördæmamálið, þegar kjördæmunum var breytt 1959 þegar einminnir kjördæmi voru lögð niður, að þá dreifði mig það að skrifa blaðagrein. Og síðan þróaðist það nú þannig að ég lenti hjá æskulýðsfylkingunni og ég tel að það hafi verið umhverfið bara fyrst og fremst. Það var engin skilurðu frelsun eða upplifun sérstök, heldur bara smátt og smátt, þá svona þróaðist maður inn í þetta. Og ég var auðvitað mjög upptekinn af þessum þjóðfrelsismálum, af brottför Hessings og því þetta saman. En að öðru leyti þá þróaðist þetta svona hægt og lítið. Það er ekki minnst Ragnar Þorsteinsson, nú Steinólfur Lárusson, vinur minn, í Faratal, þeir segist hafa smitast mikið á Steinar, Jónas Kötlum og svo framvegis, það hefði ekki neitt verið svoleiðis? Nei, það væri allt og mikil einföldun að segja það, það er ekki. Sko, meðan ég var fyrir vestan, þá komst ég ekki í tæri við róttæka menn, það var ekki til. Að svo sósíalistaflokkurinn meðan hann var og hét og seinna Alþýðubandalagið hafði engan stuðning í Dalasýslu. Það var að heiti gat. Sko Ragnar Þorsteinsson, hann, að þú nefnir hann, sko hann var í framboði fyrir sósíalistaflokkinn og Alþýðubandalagið í Dalasýslu 53 og 56. Hann fekk meira klappin allir aðrir á fundum, hann var skemmtilegastur og hann var gáðastur. Mjög skemmtilega máli, vel að máli fara eins og kom hérna fram hjá. Alveg glans skemmtilegu maður og gáðaður maður, góður drengur. En Ragnar fekk ekki nema 36 atkvæði. Og það var auðvitað fyrst og fremst vegna þess að átökin voru þingmann frá Framsókn eða frá Sjálfstæðisflokknum og mönnum fannst ekki í raun og veru taka því að kjósa eitthvað annað vegna þess að baráttan stóð á milli þessara tveggja. Og svo var í Dalasýslu var einn krati, og það var sagt að og Alþýðuflokkurinn hann bauð oft ekki fram en fékk 1 atkvæði á landslistan. Það var vitað hver það var
alltaf, það var Magnús Rögnvaldsson, hálfbróðir Ragnarssonar og lengi vegavinnumverkstjóri. Hann var sagður kratinn þarna og svo þegar maður kom í heimsborgina Búðardal helgar og skoðaði þessu þá var bent á svona helstu mannvirki, þarna kaupfélagið og þarna þetta og þarna þetta, sýslumaðurinn og svona, og þarna kratinn var svo sagt. En heyrður aldrei það Svavar, sambandið frambúð í Dölum að hann var lengi húsvörður í Útvegsbankanum. Þessi maður, hann dáinn fyrir ekki fyrir nokkrum árum. Jú. Manstu ekki eftir því? Jú, ég veit, þú ert að tala Adolf Björnsson. Já, tala Adolf Björnsson, já. Hann var í framboði. Já, framboði, já. Og hann fyrir Alþýðuflokkinn og hann fekk nokkur atkvæði. Og hann þessi fræga saga skrifað flugvöll. Akkúrat það sem ég ætlaði að segja flugvöll. Það er oft sagt stjórnmálamenn. Við getum segja hvað hann ætlaði að gera og hvað fólkið þyrfti að fá til sín, skilur við? Já. Það er sagt stjórnmálamenn sko að við lofum öllu mögulegu. Og það er sagt sko að fyrir kosningar lofum við öllu, alveg sama hvað. Það er ómikið. Og það er sagt svo. Og það var sagt hérna Adolf, örglega við bara lígi að hann hafi einhvern tíðan sagt við meðreiðar sinn, flugvöll, skrifaði flugvöll. En svo mikið víst að flugvöllurinn kom. Hann er Kambsnesi, þar sem öður djúbúnga kom að landi þegar hún nam land og týndi kampi sínum eins og segir land. Jú. Þess vegna fannst mér það voðalega skrítið manni ég heyri tala og lesa þetta fyrst að skoðmenn komin að leita þannig að vita hvernig það finnst. Nú, svo síðan tekur þú þetta pólitíska uppeldi þá sem sagt þarna eiginlega faðirðin hefur eiginlega rautt brautina svona fyrir þessu á einhvern hátt eða hvað? Pólitíkinni? Já, það er að segja hann vakti athygli á þessum átökum sem áttu stað þetta á Þingvöllum eða hvað? Það má segja. Það sem að ryður brautina bara svona pólitískur félagsskapur sem að ég lendi í raun og veru í hér syðra og amma mín sagði við mig einu sinni, það satt Svavar að þú sért orðinn bolsjeviki? Já, bolsjeviki. Það var 1959. 60, þá var ég 15-16 ára gamall. Það var Salóme sem að Sæmundur kannast við líka. Mikið Lindahlíðs kona. Og hann, sem sagt að ég þvælist í þetta og síðan bara réðist ég til starfa á Þjóðviljanum 20 ára gamall, sjáðu, 19 ára reyndar og var það nokkuð lengi viðloðandi, alveg til 78 þegar ég var svo kosinn á þing og lendi þetta í ríkisstjórn hjá Ólafi Jóhannessyni. Þekkist þig þá ekki vel til Össur? Jú. Ég réði Össur. Ég var formaður útgáfufélags Þjóðviljans og réði Össur til starfa og við Kjartan Ólafsson sem vorum þá svona forystumenn Þjóðviljans og ábyrgðarmenn, við hafðum mikla trú á Össuri. Mjög mikla trú á Össuri. Já. Og hann var þarna hjá okkur tíma en það gekk nú ekki alveg nógu vel þannig að ég held að hann hafi gert rétt í því að fara í Alþýðuflokkinn af því að ég held honum líði betur. Já, svona meiri kraddi í sér. Já, ég held honum bara, hann kunni bara betur við sig. Elskunna mín, haldið þið virkilega það sé nú skátt fyrir veðiðan inni. Ég ekki sammála því. Nei, Svavar, sko nú það þannig að þú ferð á Þjóðviljan og ég man eftir þeim tímum þegar þú svona ungur maður, ritstjóri. Þú kemur þarna eiginlega nokkurn veginn undir handleiðslu Magnúsar Kjartanssonar heitins. Hafði hann ekki nokkur sterk áhrif á þig í senninni? Jú, hann hafði það út af fyrir sig. Hins vegar, sko, ég tók við af Magnúsi. Það er að segja í þeim skilningi að þegar Magnús varð ráðherra 1971, að þá tók ég við ritstjórastarfi og þá ég sem sagt 26 ára gamall og í raun og veru hafði hann talsvert áhrif á mig en kannski ekki allt meiri en ýmsir aðrir. Það var þarna til dæmis ritstjóri áratugaskeið sem hét Sigurður Guðmundsson, stór merkur maður og mikill öðlingur, austfirðingur að ætt. Og hann hafði mjög mikil áhrif á mig, aðalega í þeim skilningi að hann var mjög nákvæmur og passaði vel upp á hlutina, þeir væru réttir og traustir. Ég nefni í þessu samhengi mann eins og til dæmis Ásmund Sigurjónsson sem starfaði lengi á Þjóðviljanum og var í erlendum fréttum. Hann var austfirðingur líka, afskaplega traustur maður og öruggur. Ásmundur Sigurjónsson og vinnur núna á Hagstofinu og hefur gert nokkuð skeið.
Þannig að það voru þetta var gríðarlega góður skóli, það er engin spurning, gríðarlega góður skóli. Það sem myndi ég vera að því að nú sé ég þú út með bókina þetta fyrir framan sem við tölum við á eftir. Já. En það er greinilegt á þessum ferli þínu, ég fór svona í gegnum bókina og það er greinilegt að þér finnst að hafa verið miklar umbreytingar, bæði á henni pólitíska landakorti, bæði hér innanlands og erlendis. Svona, það er þessi, mér finnst þú verið svona orðin svona húmanískur, svona sósíalisti, fremur heldur en það verið svo gallharði, kerfisbundni kommunisti, sko. Hvernig lítur þú á, sko, sjálfur? Finnst þið gott að gefa þessa bók sem út sem einhver svona skýringu eða, Já, svarið er já. Ég tel að ég sé að nokkur leita að gefa hann einmitt út sem skýringu, ég held að það sé ágætt orð. Sko, ég er auðvitað búinn að vera í pólitískum verkum í 30 ár, frá barnsaldri má segja. Og mér finnst alveg kominn tími til þess að svona fara yfir þessa hluti, hvað hef ég verið að gera og hvert stefnum við bæði sem hreyfing og líka sem íslenskt þjóðfélag, skilji. Þannig að mér finnst að ég sé á nákvæmlega réttum tímapunkti að staldra við og gera þetta upp við mig. Nú, það er auðvitað ekki því að neita að þegar maður leggur á stað með þetta þá náttúrulega eru margar spurningar í hausnum á manni sem að maður kannski hefur ekki raðað niður kerfisbundið svörunum við. Og aðal kosturinn við þessa vinnu fyrir mig var sá að í raun og veru stend ég upp frá henni bjartsýn, sjáðu. Bjartsýn á möguleika Íslands og möguleika umheimsins til að lifa af. Það er kannski aðalatriðið að menn geti verið uppréttir og bjartsýnir og þurfi ekki að vera í keng, sjáðu. Það er kannski það sem skiptir mestu máli og sérstaklega fyrir unga fólki, að það sé framtíð, jákvæð framtíð og heldur góð að hverfa. Sérstaklega í þessu landi satt best að segja heldur að Ísland sé einhvert allra auðugasta land sem völ er á og að lífskjör geti hér orðið þegar kemur fram á næstu öld, við líkum að segja allt og góð. Vegna þess að menn verða stundum sko ofsælir af of góðri meðferð. En það virðist nú vera svona nokkuð erfitt að ná að komast að þessu marki, að það virðist vera ansi mikið grjóti í veginum hingað og þangað að manni virðist. Það er mikið grjóti í þessum vegi. Og það er ekki annað en að nefna bara síðustu dægur eða bara síðustu, vikur til þess að sanna það í sambandi við allt sem hefur gerst þar í átökum manna á milli í sambandi við samningagerðir og annað slíkt, varðandi þessa hluti. Jú, og það verður alltaf. Það verður alltaf. Vegna þess að sú barátta er auðvitað ekki bara það að tryggja fólki lágmarkslífskjör. Heldur hún í raun og veru líka það að tryggja fólki lífskjör sem eru sambærileg við einhverja aðra, gjarnan þá sem eru næst fyrir ofan. Ég meina kjarabarátta flugmanna til dæmis, hún er ekki kjarabarátta fátæks fólks. Heldur hún kjarabarátta það að tryggja þeim kaup á við það sem aðrir hafa einhvers staðar í heiminum, skilji. Þannig að nokkur leyti er þetta samkeppnisstreð líka. En hvað segirðu þá það að mann hefur sýnst eða lesið eitthvað þar að í sambandi við vinnulöggjöfina, hún sé orðin það úrelt að það þurfi nú að fara að gera breytingar á henni. Ég óttast sjálfur, og ég sé ungur maður ennþá, að hérna skal ég segja ykkur að þar geti ýmislegt komið inn í sem er okkur ekki hagstætt. Ef að viss öfl ráða þar. Hvað heldur þetta? Jú, sko. Er þess ekki hætta fyrir hendi? Jú, ég held að það sé út af fyrir sig alveg rétt að það sé svo hætta sé fyrir hendi, en hins vegar vona ég nú að menn mun ekki breyta vinnulöggjöfinni nema í sátt við verkalýðshreyfinguna. Ég skulle vona það. En hins vegar þá tel ég nú líklegt að það þurfi við að breyta vinnulöggjöfinni eitthvað, því að hún er þrátt fyrir allt orðin tæplega 60 ára. Já, það er alltaf þetta endurnýjunar við. Hún þjónar öðru fyrirkomulagi heldur en í dag. Og ég segi það líka með löggjöf opinberra starfsmanna, þó að hún sé nýrri, þá er hún gölluð. Til dæmis þessar kröfur allsherjar atkvæðagreiðslur
alla hluti, það hvort á að boða verkfall, það er ekki hægt að veita heimild til verkfallsboðunum til dæmis, það þarf að endurskoða þetta er ómögulegt. Já, þetta er vont. Samtök opinberra starfsmanna eru þannig séð í hafti. Ég tek líka eftir því hérna í þessari bók að þú ræður orðið sósíalisti sem sama og jafnaðarmaður, sósíalismi jafnaðarstefna. Já. Er þetta eitthvað svona áherslu breyting hjá þér á þessu pólitísku litrófi? Nei, það er það ekki, vegna þess að í raun og veru er það þannig að orðið jafnaðarstefna er þýðing á erlenda orðinu sósíalismi. Og ég vil bara undirstrika það með þessari bók að ég tel mig jafnaðarmann, að ég afhendi ekki hægri krötum einkarétt skilurðu á þessu orði, jafnaðarmaður, jafnaðarstefna. En svo er það auk þess þannig að ég er auðvitað líka við að segja mjög ofstækisfullur jafnaðarsinni. Ég er tilbúin til að ganga mjög langt í því að jafna lífskjör fólks og taka niður þá sem eru með mikið í þágu þeirra sem eru með lítið. Þú ert ekki tilbúin að kalla þig krata? Ekki á íslensku Ég vil nú helst frían af því eins og minnst kosti. Halldór var réttur með því þannig. Og vandinn er sá að kratarnir á Íslandi, þeir hafa komið óorði á orði krati og óorði á orði jafnaðarstefna líka. Og eftir því sem að fyrirsagnirnar eru stærri á orðunum jafnaðarmannaflokkur Íslands, eftir því hafa þeir gengið lengra til hægri. Þannig að ég tel það vera þannig. Það sagði bóndinn okkur vestur í Dölum, framsóknarmaður ágætur vinn minn, hann sagði sæi ég krata í vök myndi ég ekki kippa honum upp. En allir sem þekktu nú þann mann hefur nú búist við aðra á honum. Hins vegar þá skulum við ekki gleyma því að Alþýðuflokkurinn og Alþýðubandalagið eru og framsóknarflokkurinn eru raun og veru sprottin að talsverðu leyti upp úr sama jarðvegi. Og vandi okkar allra í þessum flokkum hefur verið sá að Sjálfstæðisflokknum hefur tekist að deila og drottna og að gera þessa samferðamenn mögulegu að óvinum alltaf af og til og að fjandmönnum. Núna er það þannig að Framsóknarflokkurinn er í þessu slagtogi með íhaldinu og þá erum við í stríð við Framsókn, vorum bandamenn þeirra fyrir nokkrum mánuðum. Núna erum við aftur á móti bandamenn Alþýðuflokksins, eru nú verið í slagnum við Framsókn með íhaldinu, sjáu þið. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft allt og mikil völd á Íslandi og aðal vandamálið á Íslandi er íhaldið. Núna er það þannig eftir að breytingarnar urðu í Austur-Evrópu, eftir að breytingarnar verða að því varða hersetuna hér að mörgu leyti, staða Atlantshafsbandalagsins er önnur og svo framvegis, þá auðvitað velta því fyrir sér hvort á að endurnýja svona skipulag íslenskra stjórnmála. Og ef að maður væri að koma að ónumdu landi í dag, þar sem væru engir flokkar, og maður ætti að ákveða það hvernig flokkarnir væru, eða óska sér einhverja flokkaskipun, þá myndi maður ekki hafa þetta svona. Ég myndi ekki vera með einhverja 4 smáflokka að kljást þessa ríkisstjórn. Ég myndi ekki gera það. Vegna þess að þetta fólk á meira og minna saman, sem er að dreifast á alls konar flokka. En fyrirgefðu, segðu mér eina sögu þá í samband við að þú segðir að þetta væri þessi 3 flokkar, Framsókn, Alþýðuflokkurinn og Alþýðubandalagið. Er þá ekki forsmekkurinn kominn frá Jónasi frá þeirri tíð? Jú. Ef við förum þangað aftur eftir. Og það var svo maður sem ég dáði nú ansi mikið. Ég segi nú ekki eins og viðkomandi maður að ég trúi á Hannes Kristi. En næstum því var dýrkunni svo í Dölum skal ég segja þér. Og þar sem ég fer í vinnumennsku voru eftir í fermist, þá ég lengi vafum það hvor væri merkur og meiri persóna Jónas eða Jésús Kristur. Maður undan sinni framtíð. Og hann var 50 einmitt það ár 1935. Nei, auðvitað er það. Þetta er 1. maí. Afmæli Jónasar. Já. 1. maí. Er ekki rétt hjá mér? Jú. En auðvitað er það þannig að það Jónas skrifaði grein árið 1919 í tímariti Rétt sem að hét Nýr landsmálagrundvöllur. Og þar í raun og veru dró hann upp alla þessa sýn, alla þessa öld, þessa 20. öld. Og hann er auðvitað ófreskur, sko. Hann er haldinn ófresk í gáfu, Jónas, því að hann sér svo langt inn í framtíðina. Og það eru kannski 2 stjórnmálamenn á þessari öld sem að hafa sýnt þessa ótrúlegu framsýni í hugsun. Það er annars vegar Handhelgi Vera og hins vegar Einar Olgeirsson. Og þarna skisserar Jónas upp alla þessa framtíð. Nú bara vill það þannig til að þessi öld er að verða búin og það er að koma ný.
Og það kannski að nokkur leyti það sem að ég að reyna að segja hér, að verkefnin eru núna öðruvísi en þau voru. Ég ekki að segja, ég meina baráttan á milli fátækra og ríkra, hún heldur áfram, stéttabaráttan heldur áfram, baráttan fyrir réttlætinu heldur áfram, en umgjörðin að mörgu leyti öðruvísi en Nú til þess akkurat að ég tek eftir í bókinni líka, þú fjallar fjölmiðla, hvaða hlutverki þeir gegna. Mér finnst einhvern veginn að þú sért að tala það að fjölmiðlar þeir skili ekki því ríkjandi ástandi, heldur þeir séu í einhverju öðru fyrirkomulagi, eins og þeir séu einmenningskjördæmi og stilla mönnum upp í staðan fyrir apparatornum, sko. Hvernig þetta að laga svona hluti? Ég meina, nú eru fjölmiðlar meira og minna að keppast athygli og sölu og annað, til þess að vísu ekki hér í Hamraborginni, hérna hefur við nægan tíma og við ráðum alveg hversu lengi við verðum og hvernig við högum þessum apparati. En hins vegar, sko, aðri fjölmiðlar, þeir eru bara, sko, með þá hluti sem seljast, sko, fyrir þá, bæði hvað var athygli og svo peningar. Hvernig þetta að breyta fjölmiðlum til þess að Ég held að það sé mjög erfitt að breyta þeim, en ég sé að þannig fyrir mér að það væri skynsamlegt að hafa í grófum dráttum svipað kerfi og við höfum. Þannig að við séum hérna með mjög sterkan miðil eins og Ríkisútvarpið, en síðan séum við með einhverjum bæði eins og þessa hér hjá ykkur og líka hjá Íslenska útvarpsfélaginu, Stöð 2 og allt þetta, Bylgjuna og allt það. Þannig að sko vandinn auðvitað sá, fjölmiðlarnir eru markaðsvara. Þeir eru með það sem selst og maður sér auðvitað sömu blöðin ganga óhugnanlega langt í þeim efnum, varðandi það að selja það sem tíðindum sætir og eru oft það ömurlegasta í mannlegu samfélagi, skiljiði. En ballansinn við þetta, eða jafnvægi við þetta getur verið Ríkisútvarpið og ég held að við þurfum bara að leggja á það áherslu að hafa þar vandaðan fréttaflutning, en hættan við pólitíkusana hins vegar sá að þeir hætti að vera pólitíkusar, að þeir þori ekki að hafa stefnu, að þeir breyti sjálfum sér í skoðanakannanir og ímynda sér alltaf hvað öðrum finnst áður en þeir segja eitthvað. Og enda með því að þeim finnst ekkert sjálfur. Þeir eru ekki til þess. En þetta nú ekki þannig með þetta drengir eins og til dæmis við höfum heyrt að lífið væri saltfiskur, er ekki lífið pólitík? Jú, sko. Ég held það. Það virðist ekkert vera gert á þess að pólitísk áhrif nái þar að, eins og þið viti sjálfur, og það ekki best. En það er svolítið á milli línuna sem ég las þarna, Svavar, að þú væri kannski ekkert svona fráhverfur því að þarna hérna eru með einmenningskjördæmi aftur, eða svona einstaklingar, þeir fengju aftur að njóta sín svona í meira mæli heldur en það að vera bundnir þessum stóru flokkum, sko. Já, ég er hlynntur því í seinni tíð að einstaklingurinn sé dreginn meira fram í sviðsljósið en var til ábyrgðar á sínum málum. Gallinn við núverandi kerfi sá að til dæmis stór stjórnmálaflokkur eins og Sjálfstæðisflokkurinn, sko hann á vegum hans sést einn einstaklingur eða kannski tveir. Ég nokkuð sannfærður það að það myndi vefjast fyrir íbúum Hamraborgar að telja upp alla þingmenn Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurkjördæmi. Það af því að þeir sjást ekki. Það sjást ekki, skiljið. Það sést kannski einn Ólafur Einarsson eða Gunnar Birgisson eða eitthvað, en að öðru leyti sjást menn ekki. Og þetta er slæmt vegna þess að þar með verður engin ábyrgur. Pólitíkus sem að gerir mistök, hann getur falið sig í fjöldanum þegar þannig stendur á. Svo reynir hann að þakka sér þegar vel gengur og þannig stendur á. Og þetta ýtir undir tvöfaldan móral í pólitík og er slæmt. Og þess vegna, ef ég væri að óska mér einhvers, þá geti ég hugsað mér að annars vegar væru við með mjög mörg lítil kjördæmi. Segjum til dæmis að 30 þingmenn eru kosnir þannig. 30. En restin, 30 viðbót til dæmis, yrðu uppbótarmenn, skiljið, til að dreifa á milli flokka. Þannig væri reynt að tryggja jafnvægi á milli sjónarmiða og einstaklinga, nákvæmlega eins og að ræða í Þýskalandi. Þar er annar þingmaðurinn í hverju kjördæmi, hann er kosinn á forsendum kjördæmisins, en hinn er kosinn á forsendum landsins alls. Og ég tel að þetta sé talsvert alvarlegur vandi að pólitíkusar skuli ekki sjást almennilega í raun og veru nema einn formennirnir borust með flokkana. Mér finnst það nú vera aðalgallinn í þessu vera sá að hérna hvað pólitíkusunum tekst að gera án þess
að þeir beri ábyrgð á því að nokkun handamáta. Já, það er það. Sjáu þið Bretland til dæmis. Þeir fá aldeilis á beinið ef þeir ekki haga sér. Það er eins og menn. Á magna. Já, þú ert að tala um þá þetta siðferði. Já, ég er að tala um þetta siðferði. Það er gott að koma aðeins inn á það, Svavar. Sko, finnst þér almenningur eiginlega sko vera svolítið sofandi þarna á verðinu þó að fjölmiðlar séu með þetta í gulum síðum og öðru slíku. Það er eins og þetta kom ekki fram í atkvæðagreiðslu sko í þingkosningum eða bæjarstjórnarkosningum. Það er alveg sama hvað mennir kostir aftur. Geta þá, ég meina, út í hvernig er þá að sakast í raun? Það skal ég segja þér strax. Það eru handjárn stjórnmálaflokkana allra sem að ráða þetta mestu. Ef þú ekkert þægur í þínu flokki góði þá skalt ekki komast upp með neitt múður. Þú skalt bara hlýða því sem er, því miður, þá er þetta þessi angi í öllum stjórnmálaflokkum til engan undan. Bara misjaflega mikið. Já, ég meina það er auðvitað alveg rétt. Hvað segir þið? Finnst ykkur þetta rátt að segja? Já, við skulum honum að svara við sem þingmenni Nei, það er auðvitað er það þannig að stjórnmálaflokkarnir halda þétt utan sitt lið og það er óhjákvæmilegt því annars yrði þetta bara sko eins og ormagrifja sjáðu því og gallin við pólitíkin á síðustu árum hefur á nokkur leyti verið sá að einstaka menn hafa, mér líkuð að segja, komist upp með það að gera sig dýrlega einmitt í fjölmiðlum með því að vera á móti sínum eigin flokkum. Það hefur þótt fínast og sniðugast að vera á móti sínum eigin flokki. Sjáðu til dæmis jafn ágætan mann og Albert Hedin Guðmundsson, menn hann hafði alveg stöðug athygli að því að hann var meira og minna á móti sínum eigin flokki. Nú sjáum við Jóhann Gunnar Bergþórsson í heimsfrægur Hafnfirðing já, þeir eru frægir þeir eru á móti sínum eigin flokki sjáum og að nokkru leyti Eggert Haugdal nokkur og það var ekki Gunnar Thoroddsen sem við getum haldið svona já, að nokkru leyti er þetta gott sjáum en að nokkru leyti er þetta slæmt vegna þess að hvað er flokkur? Hann er lið sem er að koma fram á hverjum málum og þegar menn eru að taka sig út úr og gagnrýna sinn eigin flokk þá eru þeir gjarnan að gera sig dýrlega á kostnað annara. Það er ekki alltaf heiðarlegt. Það þarf ekki endilega að vera, heldur hitt er það sem er þarna held ég að menn hafi sannfæringu og ætla að fylgja hann eftir. Ég held að það sé. Jú, það er fínt ef menn hafa sannfæringu og ætla að fylgja hann eftir. Ég tek bara dæmi bara af sjálfum mér. Ég tel mig hafa sannfæringu og alveg ákveðin í því að fylgja henni eftir. Hvað segir þú Þórir? Jú. Hefur þú kynst mér á annan veg? Ég ekki annan veg, nei, og þetta er mjög gott að hafa því þarna það sem þú ert saman. Það sagði ég ekki, en eitt er að mála, ég er ákaflega tregur til þess ef ég hef eitthvað sem ég hef sannfæringu fyrir, þá er hún þarna. En vandinn er sá, í pólitíkinni í seinni tíð, að pólitíkusarnir gera ekki grein fyrir sinni sannfæringu. Og það er eins og þeir hafi enga sannfæringu og þeir séu ekki til eins í pólitík og þess að ég var að segja á það að þeir bíði eftir því hvað skoðanakönnunin segir og það sem er í raun og veru sérstakt við þetta hver sem ég hef hér gefið út er það að stjórnmálamaður hann gerir grein fyrir sér hann hefur sannfæringu og hann gerir grein fyrir henni og setur hann á blað hvað sem það kostar Ég sagði það í einhverjum fjölmiðli að þetta verkaði auðvitað eins og glannaskapur, fíldirska, að setja svona lagað á blað vegna þess að það er nákvæmlega hægt að mæla mig á hverju ári, næstu ári. Þetta sagður en það stenst ekki og þetta og annað. En engu að síður þá fannst mér og finnst að allir stjórnmálamenn eigi að hafa sannfæringu, til hvers erum í þessu, til að breyta. Til að láta gott af okkur leiða hver á sinn hátt og þá eiga menn að gera grein fyrir sér. Að það væri ekki gott líka að það yrðu fleiri sem að kannski opnuðu sig eitthvað svipað og þú ert að gera hér menn ég reikna með því að við fengjum þá að vita meira viðkomandi menn. Það þyrfti að vera það. Það byggja innra með þeim. Við erum akkur þá eiginlega komin að bókinni núna sko í þessu góða spjall okkar. Ég hef ekki lesið hann því miður. En það er allt til að það sem ég sé í gegnum þessa bók hann tekur fyrst heiminn allan. Síðan svona fókusir nær Íslandi og kemur og lendir svo Íslandi svo styðstu mikið við tölur svona og svona staðist. Heyrðu Þórir, ég má aðeins skjóta inn ef þú nefndir þetta heiminn allan. Já. Það minnir mig á ræðu sem að vinur með Svavar Gestsson flutti einmitt á Alþingi í fyrra og fyrra frekar en ég held að það verið í fyrra. Já. Ég man ekki við hvað umræður það var nú en hvað hann kom einmitt mikið inn á þetta og þá hlustaði ég vel. Það ekki verið einhver
einhverja hugsanir sem að eru hér hugsaðar. Já, þú það umhverfismálin kannski. Já, í þeim dúlunum ég væri. Við aðeins komum að því þá, Svavar. Þú talar umhverfisvænt, við Íslendingar eigum að halda okkur við það, að vera umhverfisvæn í okkar umræðu, okkar umgengni og svo framvegis og í viðskiptum með aðrar þjóðir. Finnst þér ekki við þessu verið, sko, ekki nógu vel haldið á þessu nú þessa dagana? Mér finnst að Ísland sé presenterað út á við, bæði ferðamálaráð og öðru slíkum. Sjávarútvegsráðuneytið hefur líka verið með þetta og samgönguráðuneytið. Finnst þér ekki verið nógu vel haldið á þessu? Já, sko, það má náttúrulega lengi bæta hlutina og ég held í sjálfu sér að megi halda mikið betur á þessu að þess að ég sé að gagnrýna þá sem er að reyna að gera eitthvað. En það sem ég er að undirstrika þarna er það að að þessu leytinu til takast á tvær andstæður. Annað er umhverfið og framtíðarsýn sem að felst í því að varðveita umhverfið og rækta það og bera virðingu fyrir því, samanber fiskistofnarnir. Hitt er hagvöxturinn, það er að segja skammtíma hagsmunir, sjáðu. Og það má auðvitað leiða rök að því að okkar skammtíma hagsmunir væru þeir að fiska allan fiskin núna og klára sjóinn. Það væru augnablikshagsmunir, en langtíma hagsmunir eru allt aðrir, sjáðu. Og það sem ég er að segja er það að þegar að takast á annars vegar hagvöxturinn og hins vegar umhverfið, þá á umhverfið alltaf að ráða. Alltaf að ráða. Þegar hætta er á því að maður skemmi umhverfið með þeim ákvörðunum sem það tekur í dag í þágu sinna eigin lífskjara í augnablikinu, þá á umhverfið þar að segja framtíðin að ráða. Það er raun og veru það sem ég er að reyna að segja. Já, það er öryggi þá, við tölum öryggi hvernig þetta tryggja þetta ástand, ef að við segja það menn komist á það að þessi svokölluðu gróðahyggja eða þessi hagvaxtargræðgi, ef að hún lítur nú lægra haldi og það verði einhver svona langtíma sjónarmiðstig á það, hvernig er þetta að skapa þetta öryggi, það skapist ekki aftur einhvers konar örvinglun á þessum markaði? Já, sko, annars vegar er það að ræða að við erum með heimskerfi, heimsverslun, þar sem að markaðslögmál ráða í grófum dráttum. Og það er raun og veru heimskerfi, má segja meira og minna kalt, vélrænt kerfi. Og spurningin er að hve miklu leyti getum við truflað þetta kerfi í þágu umhverfisins. Hvernig getum við það? Það getum við með heimssamningum. Og það er kannski aðal hugsunin í þessari bók, alþjóðahugsunin er svo að við stefnum að því að það verði til 3 alheimssamningar. Einn umhverfismál, einn réttlætari skiptingu auðavanna, einn öryggi og frið. Og þessi samningar séu eins og flétta, eins og vefur sem nái heiminn allan og haldi meðal annars niðri eins og hægt er hagvaxtarfrekjunni á hverjum tíma. Þannig að menn eyði ekki regnskógunum í Amazon, eyði ekki sko, þúsundum og þúsundum lífvera með eyðileggingu skóganna í Suður-Ameríku eins og menn eru að gera núna, lífvera sem að ráða til dæmis úrslitum varðandi framleiðslu og lyfjum og allt þetta. Sem sagt, ég velti því fyrir mér að þessi bók ætti kannski að heita Í samhengi. Það er í samhengi. Af því að það sem ég er að reyna að gera þarna er að nokkur leyti að setja hlutina í samhengi, skilurðu, að tengja saman allar framlengingar snúðurnar í kotinu. Nú hefur við það, sko, ég geti kemur fram að þú talar þessa umhverfisvænu hluti, þú talar sem sagt nýtingu auðlindanna og þá öryggiskerfið. Við skulum þá aftur koma aðeins hérna inn í litlu Hamraborgina, við lítum á Svavar Gestsson og svo segjum sem svo að hvar stendur hann gagnvart NATO? Hvar er hann? Það er sko enginn hlutina heldur. Hvað sér þau? Það er það nú enginn að veltast í vafa það. Nei, en er ekki NATO, er ekki NATO lítið breytt? Jú, sjálfsögðu, eins og annað sem breytist. Og þú leggur þó nokkuð mikla áherslu á hérna í bókina á fall Berlínarmúrsins. En ég veit ekki hvort að þú sett sammála mér í því, en mér er alltaf fundist það í gegnum tíðina að hann hafi verið löngu fallinn í raun og veru áður en hann féll. Það er mikið til því. Já, og þessi skólinn aftur og núna á þessu stutta tíma frá 1989 þegar hann féll hefur orðið gífurlega breytingar, ekki bara á pólitísku litrófi hjá Íslandi, heldur líka Evrópu allri og líka þá í Ameríku og víðar. Og þú talar líka, jafnvel, þú talar þriðja heiminn í þriðja heiminum. Já, Afríku. Afríku. Og
ég bara veltaði fyrir mér, ég sá því eins og í sjónvarpinu tala það að jafnvel NATO væri komið með breyttar forsendur og það væri hægt aðeins að ræða hlutina betur innan þess ákveðna hluti. Sko fyrst það að NATO hefur breyst eins og annað, það alveg ljóst. NATO hefur meðal annars breyst vegna þess að sá óvinur sem að NATO var stofnað til þess að berjast við, hann horfinn. Þannig að NATO í hálfgerðu ráðleysi að leita óvini, því enginn þrífst ef mann eigi óvin í þessum stjórnmálakirkjum eins og þær eru, að svo menn leita alltaf andskotanum hvað svo sem menn og þess vegna þá hefur NATO breyst. Spurningin það, á NATO að vera til áfram og ég segi það besta væri það að NATO yrði lagt niður og að það yrðu til samtök á vegum Sameinuðu þjóðanna til dæmis sem önnuðust öryggismál og friðar mál af ýmsu tagi í heiminum öllum. Ég sé það þannig fyrir mér í framtíðinni að það geti verið gæslusveitir á vegum þessara alþjóðasamtaka út allan heim, svo að segja, meðal annars hugsanlega hér í Keflavík skiljiði, og að það sé þá hluti okkar í þessu kerfi, en að NATO sem hernaðarbandalag með yfirgnæfandi amerískum áhrifum, það hlýtur að hverfa. Það tímaskekkja, en það getur breyst út af fyrir sig. Og mér finnst kannski við sem komin á þann punkt í sambandi við NATO og þessi utanríkismál að menn geti rætt þetta svona aðeins meiri yfirvegun en stundum áður. Og enda verð ég varðið það að gera menn fyrir utan þessa kaldastríðspáfa sem að af og til ég ætla að spyrja því að þér finnst þér ekki við þeir vera aðeins í frostni sumir ennþá? Jú. Og þar og ég veit sérstaklega við einn alþingismann, hann heitir Björn Bjarnason og núverandi menntamálaráðherra, satt í hinu stólinu sinni. Það óhugnanlega stutt á ofstækistaugina í honum. Já, en það var svolítið skrítið að mínu mati að þegar það var einbrað að hvað voru litlar undirtektir. Vísar var það ekki skrítið. Það var ósköp eðlilegt, það voru mjög litlar undirtektir. Það var það nokkrar raddir sem komu þessum málflutningi til stuðnings. Örfáir sem töluðu þetta meðan og svo bara datt þetta út og það hefur ekki verið til umræðu sýnist mér. Þetta menn bara finna það strax að þetta heyri sögunni til. En sjáu þið bara til annað líka að með Björn Bjarnason, greindur maður eins og hann enginn efast það, að hvað maðurinn botnfriðinn í þessu gamla sem var. Sem við erum nú allir þrýr hérna ekkert sérstaklega nú skulum við ekki gagnrýna Björn því hann hérna ekkert Nei, ég er ekkert að gagnrýna Björn ég er ekkert að gagnrýna Björn sem persónu en ég segi svo að svona kaldastríðsumræður þær bara eru furðu hljóðar í dag sko mjög svo, mér finnst það mjög gott Já sko, ég held að við þurfum að gera okkur grein fyrir því að einn kosturinn við þá þróun sem hefur verið að ganga yfir sá að akurinn opinn, jarðvegurinn opinn, sjáðu því. Og ef við skoðum til dæmis, til dæmis fjölmiðlan, eins og til dæmis Morgunblaðið, það er byltingarkennd breyting í rétta átt, hvað sem við segjum Morgunblaðið, skilur og allt það, eru þeir sko að vinna fyrir íhaldið endalaust í leiðurónum og svona. En sko Morgunblaðið núna og Morgunblaðið þegar ég var að byrja í pólitík eða Morgunblaðið bara þegar vinstri meirihlutin var 78-82 Reykjavík, það bara eins og svart og hvít. Já, það var svolítið skrítið að þú talaði Morgunblaðið þessu sambandi. Ég man eftir því að ég las grein sem að jafnvel Þjóðviljinn hefði mátt státa sig á sínum tíma. Það var að tala um auðmagnið, hvernig því hægt að stjórna og hvernig innherja viðskipti. Í raun og veru farin að bera svolítið á hér á Íslandi. Sko, sá leiðari sem kom þarna í Morgunblaðinu á þessum tíma, hann bara var eins og eftir Magnús Gjertarsson, ég vil ekki það sem að þessi var lýst. Svona sá maður ekki í Morgunblaðinu áður. Nei. Svo þetta gjörólíkt. Og auðvitað sko vandi Morgunblaðsins, ef við tölum aðeins það náttúrulega vel hann að sá að Þjóðviljinn hættur. Já. Alveg, ég meina áður gátu svona menn verið balansera bótt annandalítið. Nú er það liðin tíð og Morgunblaðið verður auðvitað að sýna ábyrgð á innkanti líka. Er það rétt sem að ég heyrði eftir þér haft að nú var ég sko Morgunblaðið orðið þitt málgagn?
Já, ég segi nú Þetta er mikið til orðið. Ég er ekki alveg viss ekki alveg. Var það ykkur var að Jú, segja? já, ég man eftir þessu. Já, staðrindin er auðvitað svo að Já. ég auðvitað skrifa þarna sko, en náttúrulega ræður maður engu það sem kemur þarna. Þú ert að bera vísa frjálsa fjölmiðlum, þú ert að eitthvað að tala um svo tvo rísar hérna sem komur á stað. Ég tel að Morgunblaðið hafi miðað við aðstæður að mörgu leyti staðið sér vel, en þó ég verð að segja það að ég tel að Morgunblaðið sé ekki að öllu leyti komið út úr kalda stríðinu, en ég er sannfærður það að áður en, ég hef að segja bara 10 ár eru liðin, þá eigum við eftir að fara í gegnum kosningar, þar sem að Morgunblaðið styður ekki eingöngu sjálfstæðisflokk. Og þetta þykir mann kannski fjarstæði í dag, en ég er viss að þetta er svona. Það sem að mér finnst að ég mætti skjóta rétt einni setningu tveimur kannski, það er það sem að hérna, já, mér líður eiginlega verst út af, og það er hvernig heimsmálin eru í dag. Þar á ég við styrjaldir hér og þar og alls staðar. Hvað við þurfum, hvert við þyrftum ekki að beina okkar spjótum þar að til lagfæringar. Jú. Og það er náttúrulega, ég segi ekki ekki verið að gera það, en maður sér bara á með suma foringja þessara aðila hvað þeir eru grjótharðir í því, sko, það skiptir ekki svo miklu máli með mannslífin. Hverju getur við komið áfram sjálfur? Af því við erum nú bráðum að slá botnin í þetta, þá held ég að við getum líka þess utan lyft Hamraborgarbúum ef einhverjir hafa vaknað á þessum ágæta morgni hérna, það er að segja klukkan 10, það er 30. júní 1995, þá geta þeir slegið hérna á síman til okkur og þá lagt á spurningar fyrir þingmanninn ef að einhver kæri sig en síminn hjá okkur er 564 35 90. En svo við komum kannski svona í niðurlagi þessar bók. Hvað viltu segja hana sjálfur? Þú segir, jú, þú skrifar þig þarna inn á ákveðna hluti og þú skilar þessu frá þér. Hvað telur þú brýnast að taka nú við? Ég meina, við höfum Alþingið, við höfum þetta framkvæmdavaldið til þess að koma ákveðna hlutum. Hvar heldur þú að það strandi mest á nú í dag? Er það kerfið? Strandi hvað? Já, svo að koma þessum sjónarmiðum frá. Á framfæri? Já. Já, fyrsta lagi náttúrulega skrifa ég þetta sem einstaklingur, þannig að ég skrifa þetta bara út frá þeim forsendum sem ég hef sjáðu og ég mun, en veit ég það að þessi sjónarmið þau eiga stuðning mjög víða. Þannig ég sé það sem mitt næsta verkefni að reyna að berjast fyrir því að þessi sjónarmið fái stuðning sem víðast og að reyna að safna liði á bakvið þau og það sem ég hefði viljað sjá gerast í íslensku stjórnmálum svona innan ekki allt og langs tíma, innan 10-20 ára, það er það að þetta vinstra landslag að það breytist að innihaldi. Ég er ekki svo mikið með það að flokkar sameinist bara sameiningarinnar vegna. Það sem ég spyr er málefnin og mér hefur fundist að talið sameiningu vinstrimanna hafi verið svona innantómt glamur oft á tíðum. Núna, en mér finnst sem sagt að við getum núna farið að spyrja kannski sameining hvað og hér síðast í þessu riti á blaðsíðu 139 áfram að þar er ég með hugmyndir það sem ég kalla fyrsta skrefið, því ekki að byrja hér og þar nefni ég 10 atriði sem að mætti byrja á kannski. Þetta er í Hamri hérna í beinni útsendingu, augnablik. Já. Sem að mætti byrja á að þróa pólitíkina út frá þessu. Þannig ég líta á þetta auðvitað líka sem pólitískt rit, pólitískt barátturit, en ekki bara sem einhverja svona vangaveltur. Já, ég skilði ekki, það er svona nokkuð svona lína. En það er einn á línunni, gjör það svo vel. Svavar. Já. Komdu blessaður. Blessaður. Valdimar Lárusson heiti ég. Já, nei, sælvertu, blessaður. Mikið er gaman að sjá þig þarna á skepinu. Þakka þér fyrir að versta ég skulle ekki sjá þig þarna líka. Ég mótti til með að ringja og láta í ljós ánægju mína yfir því að fá þig hérna til okkar í Hamraborgina og upplýsa okkur ýmsa hluti sem að okkur langar nú svona til að forvitnast En ég var nú að koma heim svona þess að ég er búin að missa tölvöld mikið af þessu. Varstu í sundi, Valdimar? Ég var í sundi. Já. Og hérna, ég er nú ekki búin að lesa bókinu þína, Svavar minn,
því miður. Nei. En það verður nú gerð bragarbót á því fyrsta. En ég hef afskaplega lítil mál leggja vegna þess að ég hef nú ekki fylgst með þessu þætti. Þannig ég mátti bara til aðeins að svona láta heyra í mér og segja við hann Þóri og þakka honum fyrir þetta framtak og Hamraborgarráðinu að fá Svavar á rásina okkar. Það var virkilega mál tilkomið. Já. Þakka þér fyrir Valdimar, kærlega. Og síðan ætla ég bara að segja að ég vona að okkur í Alþýðubandalaginu gangi allt í haginn, Svavar. Þakka þér fyrir, sömuleiðis. Og verði blessaði. Blessa. Nú, við þökkum Valdimar Lárusinni fyrir hans yfirleitt. Sundlaugin hefur haft góð áhrif. Já, jú, sjáanlega. Það er greinilegt. Nú sími hjá okkur er 564 35 90, það er velkoma að hringja að við sláum botinn í þetta. En eins og þú sagðir, þessi sjónarrönd, það er svona hvarflaði mér sko svona roðin í austri. Er þetta svona húmanískur roði í austri eða hvað? Satt að segja, þá er það kona mín sem á nafnið á þessari bók og hvernig er það hugsað þetta nafn? Það er hugsað þannig, þið vitið hvað er sjónarrönd. Þið vitið að maður sér hana í miklum fjarska og þó að maður rói í áttina til hennar, þá nær maður aldrei til hennar. Að þú leysir aldrei málin að fullu og öllu. Og í kvæðinu stendur hvað er bak við ystu sjónarrönd? Engin veit hvað er það. Og þess vegna þá er þetta raun og veru undirstrikun á því að pólitík er það auðvitað stjórna og allt það, en hún er líka leit. Að leita og alltaf með opnum huga. Og þess vegna er í raun og veru pólitík stöðug leit að sjónarröndinni, leiðin til sjónarandarinnar sem færist þó alltaf fjær og fjær, þó að þú hreyfir því í áttina til hennar. Það er raun og veru það sem að ég er að undirstrika. En auðvitað er þetta mannúðarstefna, já, það er það. Já, en útópía kannski? Já, við verðum að eiga útópíu. Við verðum að eiga sjónarrönd eða æsku draumalönd eins og segir þessu fræði og við verðum að ætla að fara þangað þó við vitum auðvitað að við komumst aldrei þangað af því að það breytist alltaf og koma nýjar kröfur og ný vandamál. Ég býst við því til dæmis að þegar að Sæmundur hér, vinnur okkar, var að alast upp vestur í Hvammsdal fyrir fáeinum áratugum fyrir á öldinni að þá hefði sá heimur sem að við lifum í dag ef hann hefði getað séð hann í Hvammsdal, hann hefði talið það heim fullkomnarinnar, skiljiði. En samt er það þannig, en hann gat auðvitað ekki séð hann, en samt er það þannig að það eru komnar nýjar kröfur og ný viðhorf og ný vandamál sem þarf að taka á. Til dæmis orðið umhverfisvandi var ekki til fyrir 20 árum, en núna aðal verkefni stjórnmálanna. Ég er eins og reyndum að þessi heimur hefur nú verið þá mér nokkuð fjarlægur. En það var annað sem ég langaði að segja við ykkur svona, ég er nú komið að restin í þessu, ef maður án ekki segja rest að ljótt orð. Að mér dætti það að skrifa einu sinni grein mann, að vísu var hann látinn, en Guðsjálfs var það ekki, en þetta var maður í hans flokki, ágætur vinur minn hétt Guðmundur Vigfússon. Já, Guðmundur. Já, kannast við hann. Og þá skrifaði maður hann minningargrein. Og mér líður hún ekki úr minni en þá. Sá maður sem skrifaði var Birgir Íslaugur. Og mér fannst hann hafa sagt nóg þegar hann sagði þegar Guðmundur Vigfússon talaði, þá var hlustað. Mér finnst þetta höfða einmitt til þessa mann sem við erum að tala við núna. Hvar annars sem í stjórnmálum menn standa, þá hljóta þeir alltaf að hlusta á Sávagesson. Já, það er rétt. Ég vil nú segja alveg eins og verð, það er hlustað þegar hann talar. Já, ég hverf ekki frá þessu. Og við nefnum til með aðeins að fá að spjalla með þig þó þessu gestur okkar. Ég man alveg eftir því að það var alltaf beðið eftir jómfrúrræðirnas á sínum tíma. Og ég man líka eftir því að það var beðið eftir henni með jafnmikilli athygli og þegar Magnús Kjartansson flutti sína. Þetta
tveir menn að róttækum, mjög róttæka kantinu. Ég man ekki hvað þetta hétt þátturinn hans Magnús Kjartansson í Þjóðviljanum sem ég las Austri. Austri, já, það var býsna gott. Já, mjög góðir brotar, það var mjög hressandi. Ég hélt alltaf mikið um Magnús Kjartansson sem persónu, mér fannst maðurinn vera þeirra gerðar einhvern veginn, það vera svo mikið í honum. Það er líka sko að hafa hressilega málflutning, það er það sem að hittir og ég finn það hérna í þessari bók að þarna Svavar, eftir sem ég hef fylgst með honum, þarna hann að tala allt það sem hefur sko liðið og hann tala framtíð sennilega. Nú er bara nokkra spurningar í viðbót áður við ljúkum þessu, það varðandi flokkinn sjálfan, Alþýðubandalagið. Það var ein spurning sem að kom til mínu rétt áður en að ég kom bara í morgun en þá var sagt, spurði hann að því akkur að hann býðist ekki fram sem formann flokksins. Já, í fyrsta lagi þá hef ég nú verið formaður í flokknum og ég ber mikla virðingu fyrir þessari endurnýjunarreglu sem við höfum. Ég finnst að hún eigi að vera alvöru regla, þannig annarkvort eru menn bara sína lotu, 6-8 ára og svo kemur einhver annar og þannig koll að kolli, frekar en að sami maðurinn sé kannski annar hver formaður eins og ég myndi vera þá í þessu tilvíki. Þannig að ég hef sem sagt hugsað mér að blanda mér ekki í það sem kallaði formannsslagur, og nú síðan ég auðvitað mjög upptekinn af því að reyna að fara yfir hlutina með svipuðum hætti og ég er að gera hér sjálf. Og sá maður sem er formaður í flokki, hann hefur ekki nægilega góðan tíma kannski til þess að sinna því. Og þessari bókminni hefur verið mjög vel tekið og hvort sem að það hefur gestið ekki, þá hef ég ákveðið að skrifa meira. Þannig að það er nú meðal annars af eigingjörnum ástæðum að ég hef ekki viljað blanda mér í þetta formannsstríð sem slíkur. Þá komið svar við því. Nú síðan auðvitað þarna, kannski ekki beint formannsslagur en það þarna tveir sem hafa boðið sig fram. Ekki frestur útrunnin til þess að... Nei, hann er ekki útrunnin. Nei, geta komið fleiri. Það geta komið fleiri þess vegna. En sko að þessum tveimur sem að þarna eru, þá hefur einn fundur verið haldinn til kynningar á þessum frambjóðendum og það hefur ekki borið neitt á neinum átökum ennþá, en sér þú nokkuð í farvatninu einhver átök framöndan? Nei, ég sé sjálfur sér ekki mikil átök framöndan. Ég held að menn verði einfaldlega að gera það upp við sig bara hverjum þeir treysta best til þess að gegna þessu starfi. Hins vegar, þannig það, hins vegar og það náttúrulega snýst vil ekki að segja mannlega eiginleika ekki síður en annað, sjáðu þið. En hins vegar þá finnst mér ágætt ef að menn myndu nota svona umræðurnar í tengslu við þessa formennsku til þess að tala saman pólitík og átta sig aðeins á því hvernig menn vilja þróa pólitíkina og skiptast á skoðunum og ég held að mætti alveg hugsa sér að menn töluðu eitthvað út frá þessum tillögum fyrstu skref sem eru hérna. Þannig að ég vona að þetta verði nú ekki bara innihaldslaust svona persónupot eins og í presskostningum eða forsetakostningum í Bandaríkjunum þetta verði þetta einhvern efni líka og ég vona það. Ég hefði alveg, ég má skjóta inn í einni að ég hef alveg ákvæmna meiningu það væri ætti ég að kjósa þarna hvar ég setti mitt atkvæði. Það er Margrét Frímannsdóttir, tvímælalaust. Því það finnst mér vera manneskja sem að sé afskaplega mikils virði meðal annars vegna þess hvað mér finnst hún vera inni í öllu sem hún kemur nærri. Hún kemur ekkert af fjöllum í einu eða neinu. Ég hef haft nefnilega þá aðstöðu til að geta hlustað á okkur alþingismenn þar sem að ég nú fann að hafa heldur hægt í störfum en hef mjög gaman á stjórnmálum þó ég hef ekki hundsvit á þeim. En mér hefur alltaf fundið þessi manneskja fyrst og fremst prúð í framkomu, málefnaleg og ákveðin og veit hvað hún er að tala um. En af því þú ert að halda hérna kosningaræði fyrir Margréti, þá langar mig til aðeins til að tala um Steingrím. Mér hefði finnst þess að hafa komið mjög vel fyrir. Ég ætla ekkert að fara að segja ljótt um Steingrím, alls ekki, ég er mjög hrifinn af Steingrím sem persónu. Mér finnst hann vera mjög ákveðin í sínu málefni og skila sínu og vera mjög taktískur og samkvæmur sjálfum sér. Ég skil málflutninguna Margréti mjög vel og hún vill vera svolítið mikil húmanist í sér, ekkert ósvipað sem Svavar með, en hún vill vera meiri manneskja gagnvart sínum flokkssystkinum. En mér finnst Steingrímur vera ansi mjög fagmannlegur og ábyggilegur í því sem hann er að bera fram. Og þar kannski má segja að þetta sé það eina sem að flokkssystkini þeirra þurfa að takast á hvort að þeir vilja
sem sagt hennar konulega, móðulega eða hvað sem það er og svo hjá með Steingrími með þetta ákveðna strategíska sem sagt þessa framsókn. Það efast náttúrulega enginn hérna málflutning Steingríms og rök hans. Nei. Þau eru afskaplega sterk, það er að sama hvað hann talar. Hann kemst allavega þannig frá því að maður lítur að vera ansi mikið hrifinn af því. Þetta er eiginlega flokkurinn að taka það er mjög gott, ef það er ekki annað en þetta í staðan fyrir að vera koma sér í einhverju persónulegt karp sko. Það er ekki það sem ég er að tala um. Ég er að tala um persónuna eins og hún kemur mér fyrir. Burt frá öllu öðru. Nú, við erum eiginlega búin að fara aðeins í víðum öll. Er eitthvað sérstakt Svavar sem þú vilt taka svona fram í lokin? Já, ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir það að gefa mér kost á því að koma hingað og óska ykkur til hamingju með þetta myndarlega framtak sem að þessi stöð er og þessi starfsemi. Ég tel að hún sé til fyrirmyndar og þið þurftu að láta það spyrjast víðar hvað þið eruð að gera þannig að þið geti lært af ykkur. Ég er alveg viss um það að svona starfsemi að hún hefur mikil áhrif og hún hefur samtengjandi þýðingu fyrir þá sem að búa á stað eins og þessum. Og ég er ekki sem að það gerir sér margir grein fyrir því að íbúar hér eða þeir sem að hlusta hér í Hamraborg, ég ætla þessi ekki svipað og margir og hvað þau að segja. Raufarhöfn, já, alltaf sé ekki Skagaströnd. Já, alveg hygglust það, alltaf sé ekki mikið frekar alltaf sé ekki mikið frekar sko aðeins stærri pláss heldur en þetta. Því að hér er verið að tala um þó nokkuð stóran hóp og mikla notkun á því efni sem þið eru með. Og þetta er líka fróðlegs í því sambandi að hérna eru samankomnir margir einstaklingar frá þessum byggðarlögum. Þetta eru menn sem hafa gegnt mjög ábyrgum störfum, bæði kaupfélagsstjóra og svo framvegis og læknar og þess að það. Og sem sagt eru í þessari samstippu og auðvitað skynja þetta saman sem þú ert að tala um. Það er að mynda þessa samkennd með Hamraborgarbúum og þannig höfum við, eins og Sæmundur veit, við höfum tekist á í þessu kapalkerfi á okkur húsfélagsfundum. En eitthvað meira að lokum vilt segja? Já, ég ætla aðeins, mig langar til aftur í sambandi með að Svavar. Ég held endilega, Þórir, að við getum sagt það hér og nú og lítum alveg kynóðalaust á Svavar Gestsson að við höfum ekki orðið fyrir vonbrigðum miðað við það sem ég sagði hans fólk í byrjun þáttarins. Það hefði ekki hægt að koma neinum óvart hvernig maðurinn kemur fyrir og hvernig hann er. Ég held að þetta þurfi ekki að segja fleiri orð þetta. Þakka þér fyrir fráleikum áður. Já, sem sagt að þessum orðum töluðum þá þökkum við Svavari Gestssyni, alþingismanni, kærlega fyrir komuna og segi svo verið í sæl.